Komiði sæl. Í þessu myndbandi er kynning á Erasmus Plus samstarfsverkefnum. Erasmus Plus er styrkjaáætlun Evrópusambandsins fyrir mennta- og æskulýðsmál og íþróttir. Sú áætlun sem er í gangi núna byrjaði árið 2021 og gildir til ársins 2027. Í áætluninni eru fjölbreytt tækifæri til alþjóðasamstarfs og samstarfs í Evrópu og er að ræða margar tegundir verkefna, svo sem samstarfsverkefni. Á þessu tímabili hafa verið sett 4 áhersluatriði: sjálfbærni eða grænar áherslur, inngilding eða jöfn þátttaka allra, stafræn þróun og virk þátttaka í lýðræðissamfélagi. Öll Erasmus Plus verkefni eiga að hafa þessi áhersluatriði að leiðarljósi. En ef við förum aðeins yfir tilgang samstarfsverkefna, þá er að ræða evrópskt samstarf, til dæmis skóla, stofnana, æskulýðssamtaka og fyrirtækja sem getur til dæmis miðað að því að vinna saman, deila reynslu og þekkingu, auka gæði í menntun og æskulýðsstarfi, þróa og prófa nýjungar og stuðla að framþróun, deila niðurstöðum og eða afurðum sem nýtast mörgum, öðlast reynslu af fjölþjóðlegu samstarfi og menningu. Þetta eru mjög fjölbreytt verkefni og þau eru jafn fjölbreytt og þau eru mörg. En það sem þessi verkefni eiga sameiginlegt er að í þeim eru fleiri aðilar, oftast innan Evrópu, sem að vinna saman og þróa eitthvað. Hægt er að sækja verkefni sem snúa að leik-, grunn- og framhaldsskólum, starfsmenntun, háskólum, fullorðinsfræðslu og æskulýðsstarfi. Við val á verkefnaflokki er mikilvægt að skoða tengsl verkefnisins við markhópinn, en verkefnin eiga að nýtast þeim markhópi sem við á. Þau lönd sem geta sótt Erasmus Plus samstarfsverkefni eru þau lönd sem eru með aðild að Evrópusambandinu. Umsóknarlöndin Norður-Makedónía, Serbía og Tyrkland og EES-löndin Ísland, Noregur og Liechtenstein. Ísland er með jafnan aðgang að Erasmus Plus og ESB-löndin þrátt fyrir að vera ekki í ESB. Í einhverjum tilvikum geta aðilar í öðrum löndum en þessum tekið þátt, en aðeins ef þeir eru með sérstaka þekkingu og eða reynslu sem nýtist verkefninu. Það þarf þá að vera vel rökstutt í umsókninni og er það metið hverju sinni af matsfólki. Aðilar í þessum löndum geta þó ekki verið verkefnisstjórar. Tengdir aðilar, eða það sem kallast Associated Partners, þeir styðja við framkvæmd verkefnis og kynningu en þeir fá ekki fjármagn. Þetta geta jafnvel verið aðilar sem koma inn í verkefni með einhvern ákveðinn tilgang í ákveðinn tíma. Þeir sem geta tekið þátt eru skólar, stofnanir, félagasamtök og fyrirtæki í þátttökulöndum Erasmus Plus. Og þeir sem að taka þátt geta verið verkefnisstjórar eða umsækjendur eða samstarfsaðilar. En mikilvægt er að samstarfshópurinn sé fjölbreyttur og viðeigandi. Verkefnisstjórinn sækir í sínu landi fyrir hönd samstarfshópsins og er ábyrgur fyrir verkefninu gagnvart landsskrifstofu. Hinir í hópnum eru kallaðir samstarfsaðilar en allir verða að leggja sitt af mörkum til umsóknar og verkefnis. Aðilinn sem sækir verður að hafa verið starfandi í að minnsta kosti 2 ár fyrir umsóknarfrestinn. Ein stofnun getur tekið þátt í mest 10 umsóknum stærri samstarfsverkefni í hverjum umsóknarfresti. En þetta gildir ekki fyrir háskólastigið. Í smærri samstarfsverkefnum geta einstaka stofnanir aðeins tekið þátt í 5 umsóknum í hverjum fresti. Með þátttöku í verkefnum er átt við bæði umsækjendur og samstarfsaðila. Umsóknarkerfið á að láta ykkur vita ef það eru komnar of margar umsóknir inn. Góður hópur er grunnur að góðu verkefni og hafa þarf í huga að þegar verið er að velja samstarfsaðila að hópurinn þarf að hafa víðtæka þekkingu í þeim málaflokki sem verkefninu er ætlað að takast á við, sem og tengsl við markhóp verkefnisins. Þetta er mjög mikilvægt því ef samstarfsaðilar eru ekki með tengsl við markhópinn, að þá nýtast niðurstöður verkefnis honum síður.
Gefið ykkur tíma til að kynnast þeim aðilum sem þið hyggist starfa með í verkefnum og byggið upp traust innan samstarfsins og tryggið þátttöku hópsins við undirbúning og skrif umsókna þannig að allir aðilar séu með frá byrjun. Svo ráðleggjum við ykkur að þið kynnið ykkur reynslu samstarfsaðilanna af Erasmus Plus og í hversu mörgum verkefnum þau eru. Lítil samtök eða fyrirtæki sem hafa komið að tugum ef ekki hundruðum umsókna á nokkurra ára tímabili ætti að athuga vel. Allar umsóknir samstarfsverkefni verða að styðja við að minnsta kosti eitt sértækt forgangsatriði fyrir skólastigið eða æskulýðsstarfið sem umsóknin tekur til og eða eitt forgangsatriði fyrir áætlunina í heild. Nauðsynlegt er að fara vel yfir forgangsatriðin fyrir það skólastig eða æskulýðsstarf sem verkefnishugmyndin ykkar fjallar og vera viss að hugmyndin ykkar passi við þau forgangsatriði sem þið veljið. Hægt er að skoða forgangsatriðin á heimasíðu okkar og í Erasmus Plus handbókinni. En aðeins skipulag verkefnanna. Tímalínan skiptist í 4 þætti. Fyrst er það áætlun, þar sem þið skilgreinið þarfir og markmið, hvaða niðurstöður og eða afurðir eiga að koma út úr þessu, framkvæmd, tímaramma og svo framvegis. Svo er það undirbúningur þar sem þið skipuleggið viðburði og vinnu, greinið verkþætti, hugsið praktísk atriði og framkvæmd, skilgreinið markhópa, útbúið samstarfssamning við samstarfsaðila og svo framvegis. Í þriðja lagi er það framkvæmd verkefnisins þar sem þið framfylgið þeirri áætlun sem er í umsókn. Og síðast en ekki síst er eftirfylgnin. Hún er mjög mikilvæg en þar fer fram mat á gæðum afurða og viðburða, áhrif og dreifing niðurstaðna. Það eru 2 flokkar samstarfsverkefna, annars vegar stærri samstarfsverkefni og hins vegar smærri samstarfsverkefni. Í Erasmus Plus handbókinni kallast stærri samstarfsverkefni Cooperation Partnerships og smærri samstarfsverkefni Small Scale Partnerships. Stærri samstarfsverkefnin geta verið 12 til 36 mánuðir og lágmarksfjöldi landa í verkefnunum er 3, þar að segja það verða að lágmarki vera 3 aðilar í verkefninu frá 3 mismunandi löndum. Stærri samstarfsverkefni er í boði á öllum skólastigum og í æskulýðsstarfi. Smærri samstarfsverkefni eru, eins og nafnið gefur til kynna, það geta verið styttri og eru minni. Lágmarksfjöldi landa eru 2 og þau eru í boði á öllum skólastigum og í æskulýðsstarfi að undanskildu háskólastiginu. Fjármögnun fyrir þessi verkefni er það sem við köllum lump sum, en það er ákveðnar fastar upphæðir sem er að ræða. Stærri samstarfsverkefni geta fengið 120.000 evrur, 250.000 evrur eða 400.000 evrur. Smærri samstarfsverkefni geta fengið 60.000 evrur eða 30.000 evrur. Raunverulegur kostnaður verkefnisins á að vera hærri en veittur styrkur þarf að vera eitthvað eigið framlag. Það er þó ekki eitthvað lágmarksmótframlag sem sýna þarf fram á, en þetta getur verið vinnuframlag. Það er mjög mikilvægt að sækja raunhæfa upphæð miðað við þarfir og umfang verkefnisins. Þeir sem meta umsóknina þurfa að sjá að fjármununum verði vel varið, því er mikilvægt að gera góða fjárhagsáætlun. Það er ekki hægt að lækka styrkupphæð ef það kemur í ljós að styrkupphæð er ofáætluð, því þá þarf að fella umsóknina. Hér er listi sem er ekki tæmandi yfir þá verkþætti sem mögulegir eru í Erasmus Plus samstarfsverkefnum. Í fyrsta lagi er það verkefnisstjórn, þar sem er áætlanagerð, fjármál, samskipti og samhæfing milli samstarfsaðila, eftirfylgni, umsjón og svo framvegis. Síðan er það námsviðburðir og kennsla og þjálfun. Einnig er að ræða fundi og viðburði og afurðir verkefnisins sem þá útgefið efni, skjöl, verkfæri og svo framvegis.
og að lokum miðlun á niðurstöðum og afurðum verkefnisins, eins og kynningarfundir og slíkt. Allir verkþættir skulu hæfa verkefninu og markmiðum þess. Samstarfsaðilar verkefnisins skulu vinna og framkvæma verkefnið. Verktakavinna er leyfileg en hún má ekki snúa að meginverkefnum sem hafa afgerandi þýðingu fyrir árangur verkefnisins. Hugmyndin er sú að þeir sem eru samstarfsaðilar vinni verkefnið en það má fá utanaðkomandi aðila, til dæmis til að vinna sértæka vinnu eða afmörkuð stuðningsverkefni eins og þýðingar. Við fórum áðan yfir tilgang stærri samstarfsverkefna en markmið þeirra eru að auka gæði í starfsemi þeirra sem koma að verkefninu og deila reynslu og nýjungum, að styrkja stofnanir og samtök sem vinna þvert á landamæri og tengja milli ólíkra skólastiga og faggreina, að mæta sameiginlegum þörfum og forgangsatriðum á sviði menntunar, þjálfunar og æskulýðsstarfs, að stuðla að framförum hjá einstaklingum, stofnunum eða innan einstakra geira sem leiða til umbóta og nýrra aðferða. Það er gott að hafa þetta alltaf bak við eyrað þegar verið er að skipuleggja verkefni. Það er mikil áhersla á gæði, að verkefni séu góð að gæðum og verkefnin innihaldi nýjungar og hafi áhrif. Þessi verkefni eru skipulögð í vinnupökkum. Umsækjendur skýra áætlaða framkvæmd verkefna í þessum vinnupökkum og það er alltaf vinnupakki verkefnisstjórnunar sem er oftast vinnupakki 1. Hann inniheldur aðferðafræði verkefnis, skipulag samstarfsaðila verkefnisins, fjármálastjórn og tímaáætlun. Vinnupakki verkefnisstjórnunar getur að hámarki verið 20% af styrkupphæð. Síðan er það vinnupakka framkvæmda þátta verkefnisins en þeir eru allir með markmið, verkþætti og niðurstöður, meginviðmið og gæðaviðmið. Það er mælt með því að vera með að hámarki 5 vinnupakka, þar með talið vinnupakka verkefnisstjórnar, því það getur verið erfiðara að halda utanum og ná utanum verkefni með fleiri vinnupökkum en 5. Hér er skýringarmynd hugmyndafræðina og hvernig þið skipuleggið vinnupakkana. Myndin er úr handbók lump sum samstarfsverkefni. Fyrst eru það almenn markmið verkefnisins eða General Objectives og undir þeim skilgreinið þið undirmarkmið en markmiðin þurfa að vera skýr, mælanleg, raunhæf og svo framvegis. Síðan er skilgreint í hverjum vinnupakka hvernig þið ætlið að ná þessum markmiðum með ákveðnum verkþáttum eða það sem kallast activities. En einnig er hægt að stefna að fleiri en einu markmiði með einum vinnupakka. Við mælum með því að búa til verk og tímaáætlun, til dæmis Gantt-chart og senda með umsögninni. Neðst eru svo niðurstöðurnar þar sem tilgreind eru þau viðmið sem eru nauðsynleg til að áætla og mæla árangur. Í þessum lump sum verkefnum er mikil áhersla á að það sé gert það sem stendur í umsókn og að verkefnin hafi verið af góðum gæðum og maður sýnir það með því að sýna fram á að viðmiðunum hafi verið náð. Það þurfa að vera skýr tengsl á milli markmiða verkefnisins, vinnupakka og niðurstaðna. Við mælum með því að þið skoðið vel lump sum handbókina í undirbúningsvinnunni en þar eru þessi atriði útskýrð nánar. En þá að smærri samstarfsverkefnum. Þessi verkefnaflokkur var búinn til þess að auka aðgengi að áætluninni, svo að aðilar geti öðlast reynslu í smærri verkefnum og hvetja þá aðila sem ekki hafa tekið þátt áður til að vera með einnig smærri aðila. Þau eiga einnig að stuðla að inngildingu og tryggja aðgengi allra að áætluninni, styðja við virka evrópska borgaravitund og auka vægi evrópskrar menningar og gilda á landsvísu og að auki eiga þau að styðja við almenn markmið samstarfsverkefna. Eins og kom fram áðan, þá geta smærri samstarfsverkefni verið 6 til 24 mánuðir, þannig að þau geta verið styttri.
Lágmarksfjöldi samstarfsaðila eru 2 frá 2 þátttökulöndum Erasmus+, en það mega vera fleiri. Hér er líka að ræða fastar upphæðir, annaðhvort 30.000 evrur eða 60.000 evrur. Ákveða þarf styrkupphæð miðað við markmið verkefnanna, þau geta bæði verið misstór og byggð upp á mismunandi hátt. Hægt er að horfa á smærri samstarfsverkefni sem einn vinnupakka, en þau þurfa þó samt sem áður að vera með skýr tengsl milli þessara þátta eins og í stærri samstarfsverkefnunum. Umsókn smærri samstarfsverkefna er mun einfaldari heldur en í stærri verkefnum. Þar er lýsing verkefnis, markmið, áætlaðar niðurstöður, forgangsatriði, þarfagreining og markhópur. Í stað vinnupakka eru aðeins verkþættir eða activities. Áætla þarf kostnað hvers verkþáttar, verkefnisniðurstöður og áætluð áhrif á samtökin, stofnunina, samfélagið og markhópinn. En það er líklegra að áhrifin séu ekki eins víðtæk í smærri verkefnum og mikilvægt er að áhrifin eigi við. En hafa má í huga að áhrif geta verið mikil þó þau séu á minni hópa. Mikilvægt er að upplýsingar í umsókn séu skýrar þannig að matsfólk geti lagt mat á það hvort áætlunin sé raunhæf. Góð þarfagreining er lykilatriði fyrir gott verkefni. Það þarf að hugsa hvað er það sem við þurfum og hvernig ætlum við að ná ákveðnum markmiðum og búa til þess einhver ákveðnar afurðir eða niðurstöður með verkefninu. Þarfirnar skiptast í grunnþarfir og aukaþarfir. Nauðsynlegt er að vinna að grunnþörfum til þess að verkefnið teljist árangursríkt. Síðan geta verið alls konar aukaþarfir en þessum þörfum er æskilegt að sinna ef umfang verkefnis leyfir. Síðan tölum við hliðaráhrif en þessar þarfir gætu notið góðs af afrakstri verkefnisins en ekki stendur til að vinna með þær sérstaklega. Við mælum með að útbúa þarfagreininguna á skipulagðan hátt og nota til dæmis gap analysis til að bera saman upphafsstöðu og áætlaðar niðurstöður. Matsfólk metur hverja umsókn samkvæmt samræmdu evrópsku punktakerfi. Umsóknum eru gefin stig á kvarðanum 1 til 100 og metið er eftir þessum 4 viðmiðum. Til að eiga möguleika á styrk þarf umsóknin smærri verkefni að fá að minnsta kosti 60 stig en 70 stig í stærri verkefnum. Auk þess þarf hún að fá að minnsta kosti helming þeirra stiga sem möguleg eru fyrir hvert viðmið í matinu. Sem dæmi varðandi áhrif smærri samstarfsverkefna að þá þarf umsókn að ná að minnsta kosti 10 stigum á því viðmiði til að komast í gegn. Eftir að umsóknirnar hafa verið metnar fjallar óháð valnefnd umsóknirnar og er með tillögu úthlutun en forstöðukona landsskrifstofu Erasmus+ staðfestir síðan tillöguna. En til þess að umsóknin fari í mat þarf fyrst að athuga hvort hún sé gild eða uppfylli ákveðin formsatriði. Til dæmis þarf að senda með umsókninni undirritaða yfirlýsingu og þarf hún að vera undirritað af réttum aðila með dagsetningu og stað. Síðar í ferlinu athugar landsskrifstofa getu viðkomandi til þess að framkvæma verkefnið. Þar er verið að kanna hvort að stofnunin, skólinn, samtökin, fyrirtækið hafi burði til þess að framkvæma verkefnið en einnig verið að athuga hvort að verkefnisstjórinn og samstarfshópurinn hafi þá reynslu og menntun sem þarf til að framkvæma verkefnið. Í ákveðnum umsóknum er verið að athuga fjárhagslega getu. Það er ekki gert við opinbera aðila en þeir sem eru ekki opinberir aðilar og eru að sækja meira en 60.000 evrur þurfa að senda inn ársreikninga. Ef smærri aðila er að ræða þá er oft aukin eftirfylgni og eftirlit. Til þess að finna samstarfsaðila og jafnvel kynnast þeim
er hægt að nýta sér ýmsar leiðir, til dæmis tengslaráðstefnur, alþjóðlega viðburði og námskeið. Á heimasíðu Landskrifstofu eru auglýstar tengslaráðstefnur og námskeið og hægt að sækja styrki til þess að taka þátt. Síðan er einnig sniðugt að skoða Erasmus Plus verkefnabankann, sem á ensku kallast Erasmus Plus Project Results Platform, en þar eru upplýsingar Erasmus Plus verkefni sem lokið og niðurstöðu þeirra og þar er einnig listi samstarfsaðila. Bæði getur verið gagnlegt að skoða þau verkefni sem unnin hafa verið á því sviði sem þú ert að hugsa og einnig er mögulegt að finna áhugaverða samstarfsaðila. Þeir sem hyggjast gera verkefni á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi eða starfsmenntastigi geta nýtt sér European School Education Platform þar sem hægt er að tengjast kennurum og starfsfólki skóla. Einnig er hægt að taka þátt í einföldum e-twinning samstarfsverkefnum og sækja sér endurmenntun á vinnustofum og námskeiðum svo nokkuð sé nefnt. Síðan er svipuð vefgátt fyrir fullorðinsfræðslu en hún kallast EPALE og einnig fyrir æskulýðsstarf en sú vefgátt kallast Salto Youth eða Salto upplýsingasíðan. Við undirbúning umsókna er góð samvinna þeirra aðila sem ætla að vinna saman í verkefninu mikilvæg. Farið vel yfir gögn verkefnaflokkinn, eigið samtal við verkefnisstjóra Landskrifstofu og hægt er að senda okkur drög að eigin verkefnishugmynd og fá hjá okkur hugmyndablað til þess að setja hana niður. Hér má sjá það starfsfólk Landskrifstofu Erasmus Plus sem veitir upplýsingar samstarfsverkefni. Það er Jón Svanur sem með skólahluta og fullorðinsfræðsluhluta, Margrét sem með starfsmenntahluta, Hulda sem með háskólahluta og Embla með æskulýðshluta. Umsóknarfrestur samstarfsverkefna í kringum mars á hverju ári en hægt er að skoða alla umsóknarfresti Erasmus Plus inni á forsíðu heimasíðu Landskrifstofu. Umsóknir eru aðeins sendar inn rafrænt og við minnum á nauðsynleg fylgigögn svo sem yfirlýsingar og aðildarform. En þessi form þurfa að vera undirrituð af ábyrgðaraðila. Á heimasíðu okkar er að finna leiðbeiningar fyrir umsækjendur sem við mælum með að þeir skoði vel og við mælum einnig með að þeir sendið umsóknina inn tímalega, síðasta lagi deginum áður því að kerfið getur verið hægt á síðasta degi umsóknarfrests. Gangi ykkur vel og hikið ekki við að hafa samband við okkur til að fá ráðgjöf og aðstoð.